Ekkert útlit fyrir að landflótti heilbrigðisstétta dvíni á næstunni. Þetta segir sérfræðingur. Íslenskur læknir fékk 500.000 í laun fyrir 2 daga vinnu í Svíþjóð. Ekkert útlit fyrir að íslenskt heilbrigðisstarfsfólk komi aftur til landsins til að vinna á meðan launin eins lág og raun ber vitni. Þetta segir læknir sem sérhæfir sig í atvinnumálum íslenskra lækna í Skandinavíu. Einkavæðing heilsugæslunnar og úthlutun verktakavinnu fyrir lækna væru stór skref í rétta átt. Mörg hundruð íslenskir læknar starfa nú í Skandinavíu og víðar erlendis og fjölgar ár frá ári. Hjúkrunarfræðingar horfa nú einnig í auknum mæli út fyrir landsteinana sem og ljósmæður og aðrir heilbrigðissérfræðingar. Framkvæmdastjóri Hvítra Sloppa, fyrirtækis sem útvegar íslenskum læknum vinnu í Svíþjóð og víðar í Skandinavíu, segir að íslenska heilbrigðiskerfið geti ekki boðið starfsfólki sínu neitt sem það sækist eftir. Laun skipti því almennt meira máli heldur en hefur komið fram í umræðinu undanfarið. Í fyrsta lagi þá þarf að opna kerfið fyrir verktöku, að við fáum að auglýsa fá lækna hingað heim á verktakalaunum. Við þurfum að bjarga því sem í rúst núna eða sem liggur nánast í jörðinni, komið fram af bjargbrúninni. Menn kom ekki af þessum launum sem boðið upp á núna, sem bara brota af því sem það verður bjóða mönnum erlendis. Byrjunarlaun aðstoðarlækna á Íslandi séu 340 til 350.000 krónur. Fyrir sama starf í Svíþjóð fái þeir á bilinu 750 til 950.000 fyrir dagvinnu. Verktakavinna í Skandinavíu geti hins vegar gefið mun meira í vasan. Til dæmis bauð ég vegna forfalla annars kollega, þá bauð ég 2 daga núna nýlega, 50 og föstudag með vakt til 10 kvöldi annan daginn og það var 500.000 sem ég bauð fyrir þann tíma. Nauðsynlegt sé að endurskoða kerfið í heild sinni, meðal annars með því að bjóða á rekstur heilsugæslu til lækna og leggja meiri áherslu á almenna uppbyggingu á því sviði. Guðmundur segir ekkert benda til þess að ásókn lækna og fleiri heilbrigðisstétta í vinnu erlendis sé að dvína. Mér sýnist það ekki, það ætti að vera öllum ljóst fyrir löngu síðan, að það verður bara aukinn flótti og þeir sem geta farið að fara. Þegar eina hugsunin kemst að það raunverulega að komast í burtu.